poppað upp í Silfrinu þar síðustu helgi. Mál sem að kannski var búið að liggja í láðinni svolítið lengi en liggur nú aldrei almennilega í láðinni, poppar upp reglulega. Það landsdómsmálið, dómurinn yfir Geir Haarde og við ætlum ekki að ræða, Hannes Hólmsteinn var þar að ræða nýja bók sína og kynna. Við ætlum ekki að ræða hana sérstaklega í kvöld en kannski grípa tilefnið til þess að ræða landsdómsmálið vegna þess að sumuleyti eru dómar eins og önnur mál, það getur verið eitthvað niðurstaða en síðan tekur við glíma túlkun og glíma söguna. Til að hjálpa okkur að skilja þetta hingað komin Jón Ólafsson, prófessor. Þetta er velkominn. Takk. Þú hefur skoðað þetta mál. Já. Já, og skrifaði þetta greinar. Ég skrifaði eina grein Já. sem að var svona dálítil stúdía á málinu og ég var nú svo sem ekki að reyna að skoða þetta beinlínis út frá einhvers konar lagalegum forsendum eða beinlínis pólitíkinni eða eitthvað slíkt heldur meira hugsa hvað að segja siðferðilegu forsendurnar eða siðferðilega innihaldið og þá var hvort það væri réttmætt Já, hvort það væri bara siðferðilega rétt að gera þetta, fara þessa leið og ég kannski hugsa það þá í svona víðara samhengi, ég er ekki svo sem að koma með einhverja mjög nákvæma siðferðilega greiningu heldur meira að bara lesa dóminn og svona allt sem að málið varðar svona með þessa spurningu fyrir augum sko, var rétt að gera akkurat þetta og það eru þetta búið að ræða mjög mikið þetta síðan á þessum 10 árum sem liðin frá því að Geir Haarde var dæmdur og auðvitað var dómurinn alltaf mjög umdeildur en það hefur orðið svona nánast svona, hvað maður segja, konsensus það að þetta hafi verið bölvuð vitleysa. Óheppileg niðurstaða og óheppilegt mál að öllu leyti. Er það þá óheppilegt að hann einn sé ákærður eða yfir höfuð að einhver sé ákærður? Hvað er óheppilegt í þessu? Sko, að við eigum landsdóm og sem bara efast það? Já, sko nú er ég ekkit endilega sammála því að svo sé, þó að það sé greinilega svona meiri hluta skoðun í dag, eða allavega svo sem að mest ber á. Og ég kannski verð að segja að svona mín forsenda þegar ég var að skrifa þessa grein var eiginlega svo að svona tilfinningin sem ég hafði fyrirfram og það er nú oft gott ef maður þykist vera að reyna að leggja eitthvað siðferðilegt mat á hlutina að reyna að skynja það hver tilfinning manns er og reyna að gaggrina hana eða skoða hana frá mörgum hliðum. Nóta sjálf þessi sem mælitæki. Svona einhverju leyti og mér fannst alltaf persónulega, það truflaði mig alltaf umræðar sem ég fannst í rauninni að það mætti sjá þetta sem mjög lógiska niðurstöðu af því sem að hafði verið í gangi umræðan sem hafði verið í gangi. Geir Haarde var forsætisráðherra. Hann bar ábyrgð á öllu draslinu. Og það að hann sæti ábyrgð, sé dæmdur eins og þarna var fyrir brot á stjórnarskránni, var í sjálfu sér ekkert óeðlilegt eða skrítið og það mátti alveg sko, meðhöndla það umgangast þann dóm af einhvers konar yfirvegun og skynsemi án þess að gera úr því svona mikla hysteríu eins og varð. Þetta var svona mín uppáðs, og má segja síðan sko, þetta var svona mín uppáðsforsenda. Síðan kannski svona eftir því sem ég skoði máli þá kannski breyttist nú svo sem hvernig ég sagði þetta. Mér finnst aldrei merkilegt hvernig fjallað um málið í dóminum sjálfum og það er til dæmis eitt sem að er sko mjög áberandi í því hvernig dómsorðið hljóðar að það er að Geir hafi í rauninni sko þessi hægt að gefa sér að hann hafi vitað meira heldur en hann gaf upp. Hefði þar hann átt að halda ráðherrafundi til þess að dreifa þeirri þekkingu, til þess að ríkisstjórnin sem heild gæti tekið einhver afstöðu og varnað einhverju kannski. Já, og þetta er svona, þetta er ekki sagt berum orðum oft sko, en þetta er svona gegnumsneitt það sem að alltaf kemur upp með Geir þegar hann er semst fjallað hans aðgerðir og aðgerðaleysi er fjallað í dómnum og það er þá til dæmis út af því að hann var með hagfræðimenntun hann eigi hafa séð hlutin einhvern veginn skýrar heldur en aðrir og þetta verður til þess að einmitt, þú nefnir ráðherrafundina sko nú var og það er kannski allt í lagi að halda fram trufla. Davíð var náttúrulega búin að segja það var margvaraðan við. Já.
ef þú vilt taka mark á því. En ef maður kannski aðeins gerir hérna smá útúrdúr, sko, að nú bara svo hlustendur svona, hafi skýrari mynda því hvað við erum að tala, að Geir ákærður fyrir í nokkrum liðum og það í einum 5 liðum sem að ákæran uppalega sett fram, svo 2 hent út, 3 áfram og það á endanum hann ekki sakfelldur nema fyrir 1 atriði og það fyrir brot á ákvæði stjórnarskrárinnar sem að segir að við sérstakar aðstæður, til dæmis þegar hægt að bera höndum, þá beri forsætisráðherra að halda þessa ráðherrafundi. Hvað ráðherrafundur? Jú, það ríkisstjórnarfundur eða fundur þeirra ráðherra sem að skipta máli, sem að þurfa að geta ráðgast og tekið sameiginlega ákvörðun, móta stefnu og svo framvegis. Vegna þess að þetta hefur dálítið svona tæknilegt yfirbragð, þetta að halda einhver ákveðna fundi, að þá var einblínt mjög mikið á þetta, að þarna væri verið að nota tæknilegt atriði til þess að fella Geir og meiri hluti dómsins var sem sagt það var svona eiginlega, þetta var séð svona sem hálfgert lúabragð, má segja. Og þá er þetta fundi það sem eitthvað bókað, formlegir, því að það voru, og við vitum að það voru fundir milli hans og Ingibjargar og fundir sem að til dæmis viðskiptaráðherranum var haldið utan fyrir. Þannig að það voru svona fundir, en það verið að tala svona formlega fundi frammi fyrir einhverju vá, þannig að nú þurfum menn að fara að hegða sér í takt við það og það verið að halda svona fundi. Já, og móta stefnu og gera hluti og en sko þegar að maður les síðan dóminn, þá sér maður að því ferur þetta víðs fjarri að þetta sé tæknilegt atriði af því sem að þú ert að lýsa, að þarna sér dómurinn miklu frekar svona formlegt brot á stjórnarskráni í því skeytingarleysi stjórnvalda að í rauninni bregðast ekki við með skýrum, formlegum og svona kraftmiklum hætti, heldur láta þetta dankast í raun og veru. Að vísu hefur þetta verið bent á ýmislegt hafi svo sem verið gert, en og það var auðvitað oft bent á það líka að það hefði verið viðbótar áhætta þarna í málinu að sko vitneskja almennings og vitneskja fjölmiðla hefði geta haft slæm áhrif og gert illt verra og svo framvegis. Í rauninni ekki tekið mikið mark á þessu en niðurstöðunni, nú oft talað það að það sé ekki svolítið að trúlega, en niðurstöðan þegar það eru neyðarlögin sem að dómur söguna segir að hafi verið góð lög sem að koma þarna bara rétt á eftir. Þau voru náttúrulega í undirbúningi, þannig að niðurstaðan kannski ásættanleg eða hvað? Já, sko, niðurstaðan af viðbröðum stjórnvalda. Já, þarna náttúrulega verið að tala viðbröð mörgum mánuðum áður. Það verið að tala það sem var verið að aðhafast eða ekki aðhafast í janúar og febrúar 2008. Þegar komið fram í september þá í rauninni það orðið og seint. Og þannig að sko með öðrum orðum, þarna miklu hangir miklu fleira á spýtunni heldur en eitthvað formsatriði og það að þessi ráðherrafundir sé ekki haldnir bara til marks það að menn hafi neitað að horfast í augu við það sem að starfsskildin þeirra samkvæmt áttu að horfast í augu við. Það er dómurinn. Það er dómurinn. Það er rauninni það sem er innihaldans eins og ég að lesa það og ég bara vil undirstrika það að ég ekki að lesa þetta nokkuð sem lögfræðingur eða eitthvað slíkt, ég lesa það bara sem bara út frá heilbrigðri skynsemi getum við sagt, en með þessum siðferðilegu svona markmiðum og þetta held ég þegar uppi staðið kannski að sé dálítið erfitt að réttlæta. Það er að segja þetta að Geir hafi borið sérstaka ábyrgð vegna sérstakrar menntunar sinnar eða kunnáttu eða þekkingar eða vitneskju eða eitthvað slíkt, einfallega því að við höfum fjölmörg dæmi það, meðal annars í bara þessum málum sjálfum, að fólk lét þennan fagurgala, þessa mælskulist bankana og fjármálakerfisins einfallega blekja sig. 99% af öllum hagfræðingum í heiminum, þannig að hagfræði menntun vendaði ekki fyrir þessu. Svo sannarlega ekki. Þannig að ég svona kannski skipti dálítið skoðun við það að lesa dómsorðið og fannst á endanum kannski ekkit endilega, og það er svona niðurstaðan í grenni, fannst ekkit endilega að það væri hægt að slá því föstu að þarna hefði réttlátur dómur verið felldur. En sko á hinn bóginn þá held ég
að þetta að ákæra forsætisráðherrann út af fyrir sig, ég á mjög erfitt með að fallast á þá mjög algengu skoðun að það sé eitthvað stórkostlega rangt við það. Þó að menn geti haft ýmsar skoðanir á því hversu skynsamlegt að sé að nota dómskerfið til þess arna og ég menna að það margt sem mælir gegn því, en svona út frá þessum siðferðilegu sjónarmiðum, hvers vegna ekki? En aðferðin sem var notuð á þinginu, kannski, ég veit ekki hvort þú viljið tala um það, þingið eigi að ákæra ráðherra, það er víða sem er þannig, þetta með í Danmörku, þeir voru nú að falla frá því í stjórnarmyndunarviðræðunum að undirbúa raunverulega ákæru á metti, falla frá því, þannig að það eru menn vanir því að nota það bara í pólitík, þetta er skylda sem að hvílir á þinginu. Það er ekki svona síðan náttúrulega fyrirvændi var dæmdur. Og svo, en í rannsóknarskýrslunni, þá er þetta ekki beint lagt til að þeir vera ákærðir, en það er svona skilið eftir á borðinu, hverju það getur mögulega verið. Þingið vinnur með þetta, leggur fram tillögu að ákæra 3 og það fer síðan í kosningu. 4, já, það fyrir í kostingu. Já, þetta er daldið merkilegt ferlið mitt vegna þess að í rannsóknarskýrslunni eru 3 ráðherrar nefndir, það eru líka embættismenn, aðrir nefndir sem að megi mögulega telja hafi gerst brotlegir við lög í sínum embættisfærslum. Þannig að það er, sko, ég lít nú þannig á að þegar að lögfræðingur eins og sá sem að var formaður þessar ágættu rannsóknarnefndar segir opinberlega að það sé tilefni til að telja að ráðherrar hafi brotið lög, þá sé hann beinlínis að leggja til að þeir verði lögsóttir. Það er ekki þetta að skilja öðru sig, finnst mér þegar lögfræðingur segir þetta. En það er alveg rétt, það er ekki formlega... Margir sem að mátu að þannig að þingi væri raunverulega eina sómasamlega sem þingi geti gert veri bara að hleypa því í gegn. Í staðin fyrir að vara hver fyrir sig að leggja einhvern veginn mat á það eins og þau væru sko lögfræðingar eða ákæruvald. Já, það er náttúrulega, það er þessi kannski þetta þversagnakenda hlutverk sem að þingið allt í einu fær að vera bæði hluti af einhvers konar dómsvaldi, ákæruvaldi, hafa ákæruvald og vera löggjafinn. En síðan er það sko, má ekki gleyma sko að eftir að rannsóknarskýrslan er lögð fram í sínum 8 eða 10 bindum eða hvað það var, að þá tekur þingmannanefnd við og hún eiginlega fer í gegnum rannsóknarskýrsluna til þess að leggja drög að viðbrögðum þingsins og það er náttúrulega margt sem að kemur fram þar en meðal annars þá er stigið það skref að það er lagt til eða meiri hluti nefndarinnar leggur það til að sem sagt það verði ekki bara 3 ráðherrar ákærðir heldur 4 og fannst þá eðlilegt að bæta Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur við þann hóp vegna þess að hún hefði sem formaður samfylkingarinnar verið svo sko, mikil þungavíkta manneskja í ríkisstjórninni að það veri mjög undarlegt að ákæra bara hennar samráð þeirra Björgvin Sigurðsson en sleppa henni. Þannig að það er til að... Það kemur svona eitthvað pólitískt mat hugmyndum svona eitthvað pólitíska stöðu sem að lögfræðingarnir horfa bara á að utanríkisráðherra var ekki að fjalla þessi mál. Já. Það bara ekki skylda til þess. Þeir horfa bara á þetta út frá starfskyldum hvers ráðherra fyrir sig. Þannig að þess vegna fer það þannig að í september 2010 að þá er þessi tillaga lögð fyrir þingið að ákæra 4 fyrrverandi ráðherra fyrir brot á ráðherralögum og fleira og þá gerist aldrei merkilegt og það er líka annað sem að ég held að sé kannski í rauninni stóra spurningin í þessu, eða er áhugaverða spurningin, hvernig kemst Alþingi að sinni niðurstöðu? Og ég er... Þar hafa samfélkingin verið sökuð plott, það var allir kosir umverulega svona flokkarnir hver með sínu nefi, nema samfélkingin einhvern veginn kaus óskiljanlega. Hún var margklofin. Og það leti til þess að þeirra ráðherra sluppu og Árni Matt líka, en Geir einn var plottan á bakið? Sko það er nefnilega ekkert plott. Ég held að vandamálið við þessu ákvörðun er að það var engin sameiginlega ákvörðun tekin fyrirfram hvernig þetta standa að þessu. Þannig að það eru þingflokkarnir sem að ákveða hver fyrir sig hvað þeir gera. Og við sjáum til dæmis að Framsóknarflokkurinn, hann skiptist. Þar eru 6 þingmenn sem að vilja ákæra alla, 3 þingmenn sem að vilja ákæra engan. Hreyfingin, hún er öll hlynnt að því að ákæra alla
sömuleiðis Vinstri grænir, Sjálfstæðisflokkurinn, þar eru allir þingmenn sammála það að ákæra engan. En Samfylkingin, hún skiptist í marga parta, þar eru meiri hluti Samfylkingarinnar, eða þingflokk Samfylkingarinnar vildi ekki ákæra neitt, en það er að segja 11, en það eru hins vegar 8 þingmenn sem að, 9 þingmenn sem að vilja ákæra 8 sem hafi nú þessa tölur sem að vilja ákæra suma en ekki alla, og það skiptist svona nokkra vegu. Þar á meðal eru 2 þingmenn sem að vilja aðeins ákæra 1, það er að segja Geir Haarde, og það þýðir... Það dögar líklega með að tölunum sem þetta tala, svo margir sem að raunverulega vildi ekki ákæra neitt, en þetta eru líkilmennir. Nákvæmlega, þegar þeir taka ákvörðunum að því að það er mjótt á munum, að þá fellur það þannig að Geir er ákærður, en ekki aðrir. Það eru 33 atkvæði fyrir ákæru að ákæra hann. En nú getum maður spurt, já, allt í lagi, hvert var þá nákvæmlega plottið? Við getum séð plott á 2 vegu. Ég meina, það er mjög mikilvægt þegar að á þingi, þegar eru umdeild mál, þar sem að hópar taka sér saman til þess að mynda meirihluta og ná meirihluta samstöðu einhverja ákveðna niðurstöðu. Það eru þetta plott, en það er líka bara samvinna, og það er mjög mikilvægt að þetta gerist á... Það á við eiginlega með öll mál sem að fara ekki með þingi. Það er að fá mál sem eru bara kosið blindandi. Og þrátt fyrir allt að þá gengur lýðræði okkar út á það séu meirihluta ákvarðanir teknar. Þegar þetta gerist ekki, og það er kannski verið að taka röð af ákvörðunum sem að tengjast en eru þó sjálfstæðar, þá getur það hæglega gerst, eins og gerðist í þessu tilfelli, að það sé tekin einhver ákvörðun sem að þegar á heildina er litið endurspeglar ekki meirihlutavilja, en vegna svona pervers aðstæðna fær meirihluta. Þá er þetta að spyrja, hvað eru margir af öllu þingmönnunum sem vildu bara ákæra Geir? Já, það er mjög mikilvægt að spyrja þeirra spurningar. Við getum ekki fengið gott svar við henni. Ég myndi giska á. Bara eftir atkvæðagreiðslu, hvað eru margir sem kusu að þetta bara ákæra Geir? 2. Það eru 2 þingmenn sem að fengu niðurstöðuna sína. Já, 2 fengu sína niðurstöðu. Það er nákvæmlega rétt. Ef þú hugsaður bara forgangsröðun, þá er þetta fyrsti kostur 2 þingmanna af 63. Og ég held að spurningin sem við eigum að spyrja er, ef við leggjum málið upp ekki þannig að það sé verið að greiða atkvæðan hvern og einn, sem að náttúrulega verður að gera, því að þetta er spurning ákæru á persónuna, heldur á það hvað þingmenn vilja heildina, þá sjáum við að það eru 29 þingmenn sem að vilja ekki ákæra neitt, eða 30 þingmenn, 30 þingmenn sem vilja ekki ákæra neitt, og það eru 25 sem að vilja ákæra alla. Þannig að þarna hefur stóru blokkirnar, ákæra alla, ákæra engan. Svo eru nokkrir á milli sem vilja ákæra suma en ekki alla. Ef við veltum við bara fyrir okkur, tökum alla þessa þingmenn og spyrjum, ef kostirnir hefðu bara verið 2, ákæra alla eða ákæra engan. Eins og gætu orðið til dæmis að þetta hefði væri venjulegt frumvarp og þetta væri breytingatillögur og svo væri loka niðurstaðan borin upp í lokin. Þá hefði komið kannski allt annað út. Þá er ólíklegt að, ef það hefði verið kostirnir, þá er ólíklegt að það hefði verið tekin ákvörðun að ákæra alla. Ég hugsa að þeir sem að vildi ákæra suma hefðu fært sig yfir á það að ákæra engan. Þess vegna vildu þeir ekki ákæra alla. En ef við spyrjum síðan, hvað allir séu margir sem að myndu kjósa ef að spurningin væri að ákæra engan eða ákæra bara Geir, ef við hugsaum þá kosti, þá held ég sé líka afar ólíklegt að við séum með nálagt í meirihluta fyrir þeirri niðurstöðu. Ég meina, þetta er spekulasjón. Ég velti því fyrir mér þegar ég var að gera þessa grein, hvort ég ætti að taka viðtöl, hvort ég ætti að tala við alla þessa 63 og spyrja það. Eins og Hannes gerði, hann ringdi alltaf, segir hann, eða sagði ykkur við viðtali. Já, það er hægt að gera það líka. Það er hægt að gera það líka. Ég ákvað að gera það ekki, einfallega vegna þess að svona mál er útilokað að gera ráð fyrir því að maður sé að fá sannleikan hjá fólki. Það er svo langur tími liðin, það er svo mikil umræðan, að maður myndi ekki geta svarað í dag hvernig hefði brugðist við fyrir 10 árum. Nei, það er engilega. Þannig ég ákvaða að láta það ógert, en halda frekar þessari svona forsendu, eða hugsa þetta svona, ef við spyrjum hvernig hefði þessi hópur brugðist við þeirri spurningu, Geir einn eða engin,
að þá held ég að sé sko mjög auðvelt að færa rök fyrir því að sennilega hefðu bara fáeinir, kannski teljandi á fingurum annar handar, kannski bara þessi tveir í rauninni vilja það. Og þá erum við með þetta sem Hver er þessi tveir svo við segja það? Þetta eru Helgi Hjörvar og Skúli Helgason sem að greitu atkvæði með þessu. Við getum sagt eins og börnin segja stundum að Geir eiginlega ákærðist. Það var ekki sem ákærðan, þetta gerðist. Já, þetta er það sem að stundum er kallað þversögn lýðræðis, nákvæmlega þetta, að þegar er ekki plottað, þegar er ekki samið, þegar er ekki hort fyrirfram á það hvað gæti gerst, að þá getur eitthvað gerst sem að mjög fáir eða enginn vill að gerist. En á sama tíma þá var rannsóknarskýrslan tekin og það var samþykkt 63 atkvæðum í þingi að Alþingi sætti sig við niðurstöðuna, ætlaði að læra af henni, að Alþingi hefði gert rangt, að ýmsir hefði gert rangt. Þetta er svona eiginlega syndaregistur sem að Alþingi játar á sig og bara kerfið að það hefði brugðist. 63 sem voru saman. En þetta mál, hvort þetta ákæra, það var að skila alveg, það var samkomulega það, fyrst það er 63 kursu, þá var mér rætt þetta sín á milli. Það er ekki bara látið Kilvar á kasti. Já. Nei, en af hverju var þetta skilið eftir? Er ekki þingminni svolítið að bara bregðast hlutverki sínu sem ákærðu? Danirnir, þeir ræði þetta meira í aðdraganda kosninga. Þetta er samþykktin í stofnunum flokkana, hvernig á að akta gagnvart landsdómi. Það er ekki skilið eftir svona eins og þessi bara persónulegt mál hvers og eins. Já, það er að vísu, ef ég skil nú rétt þessa umræðu Mette Freyriksson núna, þá er svo sem ekki verið að beinlinni sko ákveða eða hlutast til það hver þingmaður greiði atkvæði þegar á endanum þessi tillaga er lögð fram, heldur að það verði sem sagt, þetta verði tekið alla leið. Og ég held að Danir, mjög slíka mál Ingrid Støjberg sko sína það að Danir virðast vera miklu ófeimnari við að nota þetta kerfi sitt, þó að það séu nákvæmlega samskonar deilur sko hvort að það sé við hæfi að þingið hafi þetta ákæruvald eða ekki. En ég held að sko, nú getum maður bara velt vöngum yfir þessu sko. Það í sjálfu sér engin þversögn í því að þinginu sé fengið í undantekningar tilfellin þetta tiltekna hlutverk að meta það hvort að eðlilegt sé að setja inn í réttafarslegt ferli spurninguna það hvort að ráðherra hafi brotið lög. Ég meina, þetta ákæruvald en auðvitað ekki verið að taka ákvörðun sekt eða sakleysi þó að það sé svona innan lögfræðinar auðvitað alltaf talað það að það sé óæskilegt að það sé verið að nota ákærur nema það sé verulega líkur á sakfellingu. Og það var nú til dæmis voru ein rökin gegn því ákæra Geir að flestir, mjög margir sem að horfa á málið töldu afar ólíklegt að hann yrði sakfelldur. Og þú sérð sko hvað þetta er sérkennlegt mál. Áður en atkvæðin voru greidd og minna hver sem getur farið inn á tímarit.is og flett blöðunum vikuna síðustu dagana í september áður en þessi atkvæðagreiðsla fór fram þar sem allir eru uppfullir af því að já, nú munum við bara sjá hvað þetta þinga nú getur laust. Það verður nú alveg örugglega ákveða að ákæra engan því auðvitað muni þessi þingmenn aldrei fara að ákæra hver annan og svo framvegis og svo framvegis. Síðan gerist þetta og kemur flatt upp á alla og það ég held að það sé engin spurning að það Þú heldur að þingheimur hafi reiknað með því að niðurstaðan er þessu að enginn ákæra? Já, ég held það og jafnvel þessi tveir? Já, ég skal ekki segja með þess að tvo. Ég segi jafnvel þessi tveir, ég er ekki byrðið að földu skuld. Einhverjir náttúrulega áttuðu sig á því hvað var að gerast, að þarna var möguleiki að ná fram ákæru og Geir og kusu það, einhverjir föttuðu þetta en sko ég held að sko þingið raunni er segt andvaraleysi í þessu máli að sko láta þetta gerast ef að maður lítur svo á að það hafi verið rangt og ég held að sko bussið frá því hvað mér finnst þetta mál og eins og ég sagði þetta í upphafi þá finnst mér svona alveg hægt að halda því fram að það sé sjálfur sér og sko eðlilegt að ákæra fyrrverandi forsætisráðherra að þá alveg ljóst í mínum augum að þetta var ekki meirihluta vilji þingsins að gera það. Þannig að í þeim skilningi ákvörðun þingsins augljóslega röng en hitt síðan annað mál sko. Þannig að ef maður horfir á þennan aðdraganda þá sést mjög vel að eiginlega allir, almenningur og ég held langflesti þingmenn líka eiga bara ekkert von á því að það verði nein ákæra.
Herðu, Jón, þú ert áhugamaður hrunið og eftirleik þess. Stjórnarskrána, hver er það ekki? Það hefur komið nála þeim málum. Þetta svona hluti af því. Í er þetta stór hluti af uppgjörinu við hrunið? Er þetta svona óheppilegur ángi? Er þetta mikilvægt mál? Já, mér finnst þetta mikilvægt mál og mér finnst að fólk ætti aðeins að slaka á gagnvart því. Ekki vera svona, ég held að margir fyrirrandi þingmenn séu allt og viljugir til þess að viðurkenna að þeir hafi ekki haft rétt fyrir sér og fara að biðjast afsökunar á gjörðum sínum og svo framvegis. Þetta er alveg stórmerkilegt mál og alveg eins með allar okkar ákærur hér á hendur bankamönnum. Ég meina að þetta eru svo sem ekki þungir dómar sem þetta fólk fær og það sleppur óskup vel í flestum tilfellum. Þó að þetta hafi og alltaf betur og betur eftir því sem þetta oftar tekið upp. Já, en samt sem áður, það var ákært, hlutunum var fylgt eftir og að mínum mati var landsdómsmálið bara eitt af því. Síðan getum við alveg spurt bussir á þessu hvort að það sé endilega besta leiðin til að takast á við svona mál að gera þetta, fara út í ákæru og landsdóm og allt það og ég hef miklar efasemdir það og eins og ég sagði hann, ég meina ég er líka á því að í rauninni hafi þessi hugmynd meirihluta landsdóms þessa sérstöku vitnesku og þekkingu og eitthvað sem að Geir hlaut að skilja og vita umfram aðra. Mér finnst það bara ekki vera sanngjörn forsenda. Mér finnst líklegt að Geir hafi verið blektur eins og svo margir aðrir þó að þessi þetta líka margar þversagnar í hvernig fólk haga sér. En þetta er líka merkilegt vegna þess að hafa verið svo fáir sem hafa gert svona gagnvart sínum fyrir stjórnmálumönnum. Og það er eitt með þetta mál, þetta kom nú fyrir Evrópuráðið. Evrópuráðið var mjög skeptist á þessa málsmeðferð og það var dálítið skondið að það var gerð skýrsla á vegum þess eða svona úttekt, ég veit nú ekki nákvæmlega hvað þetta heitir formlega og það sem að Geir var borin saman við Júlíu Tímóšenko og það er mjög merkilegu samanburður vegna þess að Júlía Tímóšenko, hún var náttúrulega dæmd á algjörlega pólitískum forsendum og hent í fangelsi í 7 ár eða fekk 7 ára dóm þar sem að var ekki farin eitt sérstaklega vel með hana og meðan að Geir auðvitað fær algjöra sérmeðferð, silkihanska meðferð og þarf ekki einu svona greiða málskostnað en eitt slíkt. Og getur verið sendið herrað í úrsöldum? Já, þetta hefur engin áhrif á hans virðingarstöðu eða feril nánast. Herðu, ef ég reyna að skilja þig, þú ert ekkert sérlega sáttu við þetta kerfi. Þú ert á því að dómurinn sé mjög vafasamur. Þú ert á því að Alþingi hafi eiginlega mistekist að láta vilja sem koma fram í ákærunni og hefði líklega ekki átt að ákæra út frá bara vilja Alþingis. En samt ertu ákveðin á því að þetta hafi verið svona vissuleiti ágætt. Já, það er alveg rétt. Þetta er kannski dálítið þversagnakennt að setja þetta svona fram. Ég segi bara ef ég horfa það frá svona því sjónamiði sem mér finnst eðlilegt varðandi pólitíska ábyrgð, siðferðilega ábyrgð, þau lög sem við höfum í þessu landi og ég vil nú bara segja það er bara mjög gott að við höfum slík lög. Ég meina hugsaði fólki sem var flutt nauðugt úr landi hérna fyrir nokkrum vikum vegna þess að við höfum lög sem virka þá er þetta fólk að hluta til komið tilbaka og það er náttúrulega bara hjálpar manni að öðlast trú á samfélagið þegar lögin virka og þau virka í þágu borgarana, ekki bara í þágu sterku aflana og þess vegna finnst mér í sjálfu sér að þetta gerist. Forsætisráðherrann er ákærður, hann er sakfelldur, hvorugt er eitthvað sem er búist við fyrirfram. Það er umdeilanlegt, ég meina ég hef mína skoðun á dómnum, aðrir hafa einhverja aðra en þetta er alveg kerfi sem virkar. Og við höfum að geta að lifa með því bara. Já, þetta er kerfi sem virkar og mér fannst að það að sjá Geir verja sig og ég meina það var gert mjög lítið úr þessum vitnaleiðslum sem að fóru þarna fram. Það voru margir sem sögðu að það hefði sjálfu sér ekkert komið fram í þessum réttarhöldum sem máli skipti. Allir hefðu verið ákaflega varir sig vegna eigin hagsmuna. Það hefði verið búið að fá það fram sem máli skipti í rannsóknarskýrslunni og ég er ekki alveg sammála þessu vegna þess að ég held að atburðurinn sjálfur þessi
sko, við getum kallað leiksýningu eða sviðsetningu þegar að ráðamennirnir eru leiddir inn í þetta virðulega hús og þar haldin þessi dómstóll og það farið yfir þessi mál frá upphafi til enda og það rætt fram og tilbaka hvort menn hafi gerst brotlegir við lög með sínum athöfnum, sko, að þá þetta að mörgulegt alveg einstakt mál til að horfa og stúdera og mér finnst til dæmis það var nú athyglisvert, sko, þegar ég fór að skrifa þessa greina því hún skrifuð fyrir alþjóðlegt tímarit og á ensku að þá fór ég að leita að þessum plöggum á ensku og ég vissi að þau væri til vegna þess að þetta mál fór jú fyrir mannréttindadómstólinn í Strasborg og ég vissi að það hefði allt verið þýtt. En það tók dálítinn tíma að hafa uppi á gögnunum hvar þau væru og fá þau afhent og það hefði greinilega enginn, sko, reynt að fá þetta fyrir en þó hefði ég haldið að þetta væri eitthvað sem ætti tvímælalaust að vera svona alþjóðlega eftirtektarvert. Og það dálítið merkilegt, það var náttúrulega mikið kvartað yfir því á sínum tíma að rannsóknarskýrsla Alþingis hefði ekki verið þýdd meira og minni í heild sinni, sem mér fannst líka vera furðulegt því að það var svo mikill alþjóðlegur áhugi á þessu máli, en það ennþá furðulegur að landsdómsmálsplöggin voru öll þýdd, en einhvern veginn að þá var athyglin áhugin á þeim ekki, eða ennþá hefur ekki verið svo mikill, sko. Sem synd vegna þess að þetta mikilvægt mál. Já, og merkilegt, og það sko, eins og við segjum, en það bara það að fara í gegnum þetta sem 500 blaðsíður eitthvað svo leiðis, 400 blaðsíður, það ákveðin vinkill á hrunið, á ráðherra ábyrgð og allt þetta sem að bara alveg, sko, virði meiri skrifa heldur en þessarar einu greinar, sko. Og bókar hann þessar. Já, að henni Þú er ekki lesað það? Ég hef ekki lesað hann, nei, ekki það. Nei, kannski fara hann í jólagjöf. Sjáum til. Já, ef óvinni mínir fara að gefa mig jólagjafir, þá kannski komaði með hana. Þakkaði fyrir Jón að koma hingað og rifja upp þetta merkilega mál sem að poppaði upp eftir í vikunni og mun poppa upp aftur og við munum fjallum það á rauðaborðið ef að tilefni gerst til. Við segjum þetta sem